Nú tökum við hérna bara ið. I jafnt og, ég ætlum bara að taka þetta hérna svona út og gera þetta á grunni. Svona. Hérna I jafnt og viðinám deilt upp í spennuna. Viðinám deilt upp í spennuna og spennan 12 volt. 12 volt. Viðinámið 6 ohm. 6 ohm. 6 deilt upp í 12 eru 2 og einingin ampere. 2 ampere. Straumurinn hér I 2 ampere. Svona. Og nú skulum við ímynda okkur að við höfum ekki neitt hérna, enga þrýgitning og vantar viðnámið. Vitum spennuna, vitum strauminn, því að finna viðnámið hérna. R jafnt og óþekkt tala. Og þá teknið þið þrýtingur upp, vaff upptekjurinn, straumurinn, síðan viðnámið, þrýtingurinn, setja hendin yfir R jafnt og straumur deilt í spennu. R jafnt og straumur deilt í spennu. Og athugið hérna þið setjum þessa tölu á undan inn í reiknivélina. Og U-ið hérna 12 volt. 12 volt deilt með straumur 2 ampere. 2 ampere. Svona 2 ampere. Og 2 deilt upp í 12, það eru 6 og þið fáið hérna eininguna ohm, 6 ohm. Á reiknivélina ykkar, þá myndum við gera þetta svona 12 deilt með 2 jafnt og 6. Talan upp á strikinu kemur fyrst í vélina. Talan fyrir neðan kemur seinna í vélina. Ok? Og nú skulum við ímynda okkur vanti spennuna, hérna. Það er enga þrýtingaldur. Bara eitt blað, komið í prófið. Dæmið hérna, hvaða spenna þarf að vera hér. Við þurfum alltaf að vita eitthvað tvennt. Hér vitum við að straumurinn 2 ampere, spennan 6 ohm. Hvaða spenna þarf að vera hér í þessu spennugjafa, svo við fáum 2 ampere í straum hér. Í gegnum þessa þrengingu hér, þetta er hérna viðnám. Við tekjum þrýtingin, vaff upp á, I sinnum R, út í honum svona og þetta að finna vaffið, vaff hérna, vaff jafnt og I sinnum R. Já, bara hér. Vaff jafnt og straumur sinnum viðnám jafnt og þá 2 ampere hérna. Sinnum 6 ohm. Sinnum 6 ohm. 2 sinnum 6 eru 12. Einingin volt. Spenna hér 12 volt. Þannig að, einfalt mál, þrýtingurinn, ykkur sem þekkir sem með vaff, upp á strikinu, setja hendina yfir þann stað sem vantar og munið alltaf að deila. Svo dæmi hérna fyrir I jafnt og vaff deilt með R. Þessi stafur fyrir fyrst inn í reiknivélina, svo þessi. Heyrðu, þá skulum við taka annað dæmi. Takk.